Komið sæl, við erum búin að vera að læra aðeins Hallgrím Pétursson og við erum búin að lesa einn af passíusálmunum hans, 25. passíusálm sem að mörgum þykir einn af fegurstu passíusálmunum. Þið munið að hann fjallaði þegar Kristur var dæmdur til dauða af almúganum eða fólkinu sem að trúir ekki hans sonur Krists og sálmurinn fjallar þessa pínu Krists á krossinum. Hallgrímur Pétursson fjallar þessa kvöl og pínu sem að Jesú þurfti að ganga í gegnum fyrir okkur mannfólkið til að takast á við, hann dósast fyrir syndir mannkyns, fyrir þessa erfðasynd sem hefur fylgt mannkyni allt frá Adam og Evu. Þannig að mennirnir myndu hljóta svona friðþægingu og komast til himna og fá eilíft líf hjá Guði. Það er svona þema í passíusálmunum, þessi kvöl og pína Krists á krossinum. En Hallgrímur, hann samdi ekki bara passíusálmana. Hann samdi mjög margt í rauninni, ýmsa sálma, alls konar kvæði og við munum lesa einn sálm eftir hann til viðbótar sem heitir dauðans óvissa tíma. Hann er á blaðsíðum 47 til 50 í bókinni. Við lesum ekki öll erindin, við lesum fyrstu 5 og svo síðasta erindi sem 13. erindi. Þessi sálmur dauðans óvissan tíma sálmur sem að margir þekkja úr jarðaförum af því að hann er oft sunginn þar og þið heyri aðeins stefið, kannski kannast við þetta. Stundum er þessi sálmur kallaður allt eins og blómstrið eina því það er einmitt upphafslínur ljóðsins, en líka stundum sálmurinn blómið og þess má geta að Þórbergur Þórðarson sem er mjög þekktur rithöfundur íslenskur sem skrifaði svona nánast alla 20. öldina eða allt af því. Hann skrifaði bók sem að hann kallaði Sálmurinn blómið og það er einmitt vísun í þennan sálm eftir Hallgrím Pétursson, þannig að þið sjá að bókmyndirnar ganga svolítið svona aftur. Vísanir hingað og þangað. En ég ætla að lesa aðeins með ykkur þessi 6 erindi sem við lesum úr sálminum og aðeins og skýra þau svona eins og ég gerði passíusálmana í tíma. Fyrsta erindið, það hefst svona, þetta er mjög þekktar ljóðlínur. Allt eins og blómstrið eina, uppvex á sléttri grund. Og hér er svona smá skýring, í lífinu í þessu erindi líkt við blómstrandi fallegt blóm sem að vex upp af jörðinni, af grundinni, vex upp að morgni, táknar einhvers konar upphaf, morgunstund, en eins skyndilega blómið vex upp getur það verið skorið og mist litin og blöðin og dáið. Og alveg sama hátt og líf mannanna getur endað mjög skyndilega. Það er svona það sem er verið að segja í þessu erindi. Á snöggu augabragði afskorið verður fljótt. Það gerist mjög skyndilega eins og mannlegt líf getur endað skyndilega. Lífið er svo hvarfult. Svo er annað erindi. Og er fjallað andstæðunar æska og elli. Ungt fólk, æskan unga, er fjörug. Aldrað fólk er aðeins þyngra á sér, sem aldr og ellin þunga. En allt rennur sama skeið. Samt sem áður, allir munu, hvort þeir eru ungir eða gamlir, allir munu og allir vita af því að þeir munu deyja og það er enginn sem fær undan þá og sleppur undan því eða losnar við það að deyja því að það eru örlög okkar allra. Og í þessu erindi, þetta er mjög þekkt, er dauðanum líkt við sláttumann. Það er þetta samlíkjast, dauðinn má með sanni samlíkjast, honum má svo sannarlega líkja við sláttumann, slíkan sláttumann. Og þessi sláttumaður, hann slær allt sem fyrir á jörðinni, það skiptir ekki máli hvað það er, hvort sé grös eða grænar jurtir eða blóm eða strá eða rósir. Þessi sláttumaður sem slær grasið, slær með því allt, skiptir ekki máli hversu fallegt eða ljótt það er. Sláttumaður gerir ekki greinarmun á fallegum, nýuppsprungnum eða þurrkuðum eða gömlum jurtum og metur þetta allt jafn tilgangslaust, jafn fánýtt. Og á sama hátt gerir dauðinn enga greinarmun á gömlum eða ungum eða ríkum eða fátækum eða vinsælum eða fallegum eða ljótum. Dauðinn tekur alla eins og sláttumaðurinn slær allt. Þannig að þessi fræga líking dauðans og sláttumannsins á vel við. Skulið skoða hana vel og vandlega. Er fjallað lífið, líf mannanna, það hleypur hratt fram, það líður hratt og stefnir rauninni alltaf að sama í sömu áttina að grimmum greipum dauðans, dauðanum sjálfum og þar sem að gröfin tekur við. Þannig að við lifum lífinu hratt og í rauninni er áfangastaður okkar allra gröfin. Þannig að allir vegir veraldarinnar vísa þessum sama punkti, þessari gröf, þessum dauða og við munum öll deyja.
skiptir engu máli hvort við séum sátt við þetta fyrirkomulag eða ekki, hvort ykkur fellur þetta létt eða þungt eins og segir þarna í síðustu línunni. Þetta bara svona, við munum öll deyja. Nú 5. erindið er svona. Dauðinn, hann tekur ekki tillit til hefðar fólks eða valdsmanna, það skiptir ekki máli hvort maður sé ríkur, maður getur ekki borgað sig frá dauðanum. Enginn sleppur, það er ekki hægt að sleppa dauðan. Það er ekki hægt að kaupa sér neitt frest. Fyrir dauðanum allir eins, það þýðir ekki að biðja dauðan fallega eða hóta honum í einhverju reiði því að það er ekkert sem að mildar hans beiska heiftar þel, það er ekkert sem dugir á hann, það er ekki hægt að tala neitt til. Og þetta beiska heiftar þel, það er þessi heiftulegi dauði, þetta heiftulega hugarfar dauðan sem að tekur alla til sín. Þannig að það er ekki hægt að nota neitt fagurt gjald til að kaupa sér andadagsfrest frá dauðanum. Hann er örlög okkar allra. Og svo eru nokkur erindi í viðbót sem ég lesum í reyndar ekki, en þetta er síðasta erindi í sálminum og þarna er ennþá verið að fjalla dauðan sem er örlög okkar allra, en það kveður aðeins við annan hljóm hérna. Þess að dauðinn er óumflýjanlegur, við getum ekki flúið hann, en hérna tekur þessi ljóðmælandi fagnandi á móti dauðanum að því að hann trúir á Krist og sem að veitir nú styrk. Þannig að ég lifi og dey fyrir Jesú, ég lifi í Jesú nafni og þótt að heilsan bregðist mér og lífið hafni mér mögulega, þá óttast ég ekki dauðan, hræðist ég dauðan ei, svo sagt. Dauði ég óttast eigi, afl þitt er valdið gilt. Þótt að dauðinn sé ókvænilegur, öflugur, voldugur, þá óttast ljóðmælandi ekki dauðan. Hann trúir að Jesú Krist sem fylgir honum og hann mætir því dauðanum óhræddur. Og svona endar þessi sálmur. Það er komin svolítil von í þessu vonleysi sem að ríkir kannski fyrir erindum hérna í lokaerindinu vegna þess að trúin er það sem að gefur ljóðmældanum kraft. En ég hef þetta ekki lengra í bili. Þetta eru þessi 6 erindi sem ég lesi úr þessum sálmi, blaðsíðu 47 og blaðsíðu 50 í bók af bók. Skoðu vel þessar skýringar og hafið þær svona til hliðsjónar þegar þeir eru að lesa þetta fyrir próf og fyrir verkefnavinnu og annað. Takk fyrir að hlusta.